Magnússon næstur á mælendaskrá og ég loka henni þegar hann hefur lokið máli sínu. Gjörðu svo vel, Andrés. Kæru félagar, takk fyrir þessa ágætu tillögur. Við missum okkur alltaf út í að tala eitthvað sem ekki lagt fram hér en er mikið hittamál og það er ágætt að menn tala það. Mér langar aðeins að svara síðasta ræðumanni. Hann kom með mörg ágætt rök kosti þingræðisins. En það vantar samt ennþá hvernig á að skilja milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Það er stóra spurningin. Og það er þess vegna sem allar þessar hugmyndir eru komna fram. Við erum ekki tilbúin að stíga það skref að kjósa beint til framkvæmdarvaldsins. Ég óttast ekki einn sterkan mann. Það er búið að gera það fyrir það. Valdið hjá þingnefndunum og það væri hægt að gera ennþá betur fyrir það með því að kjósa hver ráðherra fyrir sig, sem væri ekkert mál og þetta best. Það hefur verið nefnt að einhver fulltrúar nefndi það, ég vil gjarnan sjá þau lönd þar sem er kosið beint framkvæmdarvalds að það gangi betur þar. Nú erum við með sjónvarpsmenn frá Frakklandi. Áður en þingið byrjaði þá var ég líka með sjónvarpsmenn frá Frakklandi heima hjá mér. Og það virðist vera eins og fransmenn hafi rosalega mikinn áhuga á þessu fyrirbæri. Já, ég held að áhugi á lýðræði sé meiri í Frakklandi heldur en flestum öðrum löndum. Þeir hafa stoppað mjög gerræðisleg frumvörp í Evrópusambandinu og svo framvegis. Þeir hafa áhuga á lýðræði. Og þannig að, en við erum ekki tilbúin til að stíga það skref. Ég held að sé fyrst og fremst að þið erum ekki vöndi og við höldum að þetta verði stórt skref fyrir þjóðina að stíga í einu. Þannig við erum að reyna að finna einhverja svona millileiðir og þess vegna tel ég þess að tillögur vera góðar að ýmsu leyti sem hafa komið fram. En sérstaklega setur þetta á dagskrána og lýsir betur að það er virkilega, það eru ekki bara 3 völd hér í landinu eins og komið hefur fram. Það er sem sé líka til dæmis embættismannavald og það hefur ekki verið nefndur valdamesti maðurinn pólitískt, það er að segja útvarpsstjóri og það er náttúrulega skandall þegar það var alltaf veitt pólitískt og þetta er svona tilraun að taka það fram hjá flokkunum og oddvitunum að veita embætti og þess vegna finnst mér þetta virðing að vera tilraun en það eru aðra leiðir sem oft hafa verið ræddar til dæmis að nefndin sem skipar þessi embætti hún sé til dæmis valið með slembúrtæki víða til dæmis í Bandaríkjunum er bara kosið í þessi embætti það er enn ein leiðin til þess að fara fram hjá flokkunum í veitingu embætta án þess að virkja forsetann og ef menn vilja hafa forsetann með svona hreina áru og pólitískan þá eru ýmsar aðrar leiðir sem hægt er að skoða án þess að veita þessu aftur í flokksfarvegin og að því að Eiríkur talaði sem sé þrískiptingu valdsins og að það væri eðlilegt þá að löggjafarvaldið veldi sér framkvæmdarvald og sínum eigin röðum og svo dómsvaldið þriðja. Hvað fyndist síðasta ræðumenn það ef menn skipuðu bara hæstaréttardómar úr sínum röðum? Af hverju á eitthvað annað að gilda aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvalds heldur löggjafarvalds og dómsvalds? Við sjáum strax fáránleika þess að oddvita flokkarna færu og settust í hæstarétt. En er þetta ekki jafn fáránlegt að þeir settist í stóla framkvæmdarvaldsins? Og hér er nú með svona eina millitillögu. Það er forseti skipar ráðherra í samvinnu við meirihluta þings eins og er núna. Forseti skipar ráðherra í samvinnu við meirihluta þings og tryggir að til starfans veljist einstaklingar sem eru sjálfstæði gagnvart löggjafarvaldinu. Þetta á náttúrulega að vera, það á að vera þannig. Og það er spurning hvort þetta gæti þá styrt forsetan í því að velja ekki pólitíska ráðherra eða ekki mjög mikið pólitíska ráðherra, allavega ráðherra sem eru sjálfstæði gagnvart löggjafarvaldinu. Og svona bara lokum smá orðalagsbreytingar á því sem var nú lagt fram og enginn hefur talað fyrr. Það er sem sé 7. liður starfskjör forseta. Mér finnst dálítið grand að splæsa þessu í stjórnarskrána ákveða skal með lögum greiðslu af ríkisfé til forseta og ómælt að lækka greiðslu þessar til forseta kjörtímabils hans. Mér finnst þetta er svona ef skekynni þá stoppa upp í alla leka. Mér finnst þetta óþarf að hafa þetta í stjórnarskrá. Og minni á það ef 10. fyrir burtu þá þarf allavega að vera inni ákvæði hvar þingið setur ef við viljum skilgreina höfuðborg landsins. Og síðan var það spyrja fáfræði varðandi 14. lið. Katrín Fjellsteð var að kenna mér það í dag að Alþingi er ekki slitið, það starfar allt árið
fer bara í smá sumafrí og passar þá setningin hérna í 14. lið að loka alþingiskosningum og setur reglulegt alþingi ár hvert. Ef það er hægt að setja ár hvert ef það er ekki slitið eða þetta er kannski bara eitthvað sem ég skil ekki. Takk fyrir.